Já, herðu, það Silicon Valley bankin sem að dó bara eiginlega fyrir helgi og hefur valdið titringi á hlutabréfamörkuðum og líklega skuldabréfamörkuðum líka út allan heim eins og kom fram hérna hjá okkur áður. Skiljanlega fólk kannski að velta fyrir sér býtu, þetta komið aftur bankarhun, verður bankarnir að fara að hrynja á okkur? Ég veit ekki, en þeir eru komnir hingað Ásgeir Brynjar Torfason sem sérfræðingur í reikningu banka og Þórarinn Stefánsson sem vel kunnur tæknigeranum og Silicon Valley raunverulega. Herðu, ef við byrjum bara á mögulegu bankarhunni Ásgeir Brynjar. Þetta þannig eitthvað mein inn í þessu banka og öðrum bankum sem að getur valdið einhverju svipuð og var hér 2008? Subprime krabbamein einhvers konar inni? Nei, það ekki. En helgin var vissulega svona svolítil endurupplifun á 2008 og það alltaf möguleiki að það verði hrunbanka sem veldur dómínó áhrifum sem það smitist af því að nú getur mjög auðveldlega sett jafnvel góðan banka í stöðu þannig að hann verður ógjaldfær og í raun og veru fyrir hausinn þó að hann sé alveg í góðum málum. Þannig að en í þessu tilfelli þá held ég að okkur hafi verið bjargað frá því með aðgerðum Janet Yellen helgina og yfirlýsingu Bidens í morgun og þau lofa því að bæta öllum innistæður en láta hluthafanna sigla sin sjó og þá sem að lánuðu til bankana. Já, og sko þarna ef ég má aðeins klára áður við förum síðan yfir á þetta sérstaka tilfelli til að vísa yfir á Tóta sko, að ástæðan fyrir því að hvaða banki sem getur fallið eiginlega best lýst í gamalli svarthvítri bíómynd sem að ég sýndi nú nemendum mínum reglulega, It's a Wonderful Life, það sem að kemur svona áhlaup á banka sem að sögulega að fólki fyrir röð fyrir utan bankana þegar vil taka út peningin og verður síðan vola hissa, hvað, ekki peningurinn minn hér í bankanum og þá segir hann, nei, peningurinn þinn í húsinu og Jó að því bankin náttúrulega lánaði peningin til Jó sem að þurfti að byggja sér hús. Þannig að ef að allir ætla að taka peningin út úr banka þá getur hann farið á hliðina alveg saman hversu góður hann Það sem að gerðist þarna á fimmtudaginn og ekki einu sinni í lokdags heldur á miðjum degi á fimmtudegi að þá var búið að flæða svo mikið út af peningum úr þessum banka að það varð bara að lokunum sko og venjulega gerist það eftir að markaði loka svona til þess að hafa aðeins og þetta gerir síðan yðurlega á föstudegi því það reynt að bjarga málunum yfir helgi áður en markaðar opna aftur þannig að á margan hátt var þetta svona hefðbundið banka áfallsæfingadæmi Bretlands útgáfan af þessu fór þannig að Sunak þurfti að vera að vinna á sunnudagskvöldi alveg fram á nótt með hönd fjármálaráðherranum og seðlabankastjóranum og þeir fundu svona hvítan riddara sem það kallað sem var HSBC bankin og keypti fyrir 1 pund breskarm Silicon Valley bankans. Þannig að það svona einföld laus til að leysa málunum. Það tókst ekki í Bandaríkjunum af alls konar flóknum ástæðum. Yellen ætlaði nú að reyna að bjóða þetta út og þess vegna breyttist svolítið skilaboðin frá henni frá laugardegi til sundags eða frá sundagsmorgni til sundagskvölds en það skýrist að hluta til át frá því hvernig þessi banki var sérstakur þar að segja hann var 16. stærsti banki Bandaríkjanna þannig að mjög stór þarna í Kísildalunum í startup-dalunum, hann 40 ára gamall þetta var ekki einhver startup banki en hann hafði sérhæft sig í því að þjónusta nýsköpunarfyrirtækin þar að segja þegar að nýsköpunarfyrirtækin höfðu safnað til sín fullt af pening frá fjárfestum til þess að geta farið að þróa lyfi, krabbameini einhvers konar græn tæknivæðingu eða nýtt app að þá geymdu þau peningin sem þau fengu frá fjárfestum inni á bankareikningi hjá þessum banka og borguðu síðan út launin sín til forritarana og þróunar fólksins, tilraunastofu fólksins smátt og það var í raun og veru það sem að var
hræðslan þarna að þetta fólk bara myndi ekki fá borguð launin sín og þess vegna þið nú að bjarga meiru en því sem venjulega bjargað í venjulegum bönkum sem eru innistæður venjulegra kuna. Upp á 2 milljónir eða svo. Já, $250,000 sem að dugar svona 90 og eitthvað % innstæðuganda og það einhver 3-4-5% af þessum ríku sem að fá þá ekki allan sinn pening út fyrir en það búið að ganga í gegnum gjaldþrotaskipti bankans og hérna þannig að já, þetta var svona bæði hefðbundi bankaáhlaup og bankarhrun en líka við mjög sérstakar aðstæður út af því hvernig þessi banki var sérstakur. Þetta var mikilvægur banki í Gísladalnum og þetta sem að Ásgeir var að lýsa hefur þá verið ótti fyrirtækjan að það myndi hverfa sjóðirnir. Já, í raun og veru þá sko $250,000 er 15 manna þróunartími í 1 mánuð. Þannig að ef þú ert að gera eitthvað sko, þar sem að tekjurnar ekki farnar að streyma inn eins og áviðum flest í nýsköpunarfyrirtæki en samt erum við að tala um það sko, að þetta var ekki bara í Silicon dalnum það eru 200 störf á Íslandi undir að tengjast fyrirtæki sem að geymdu fé sitt í þessu banka. Já. Það er bara þetta var bankinn sem þú leitaðir til af því að hann var til í að veita þér þjónustu. Almennt séð nú sko bjó ég í Portland í 10 ár í Oregon, þannig rétt róan og og var svo lúsheppin að vera sko 1,5 ári fyrr á ferðinni að sko stofna félagið og væla út bankaþjónustu og ganga í gegnum það allt saman. Áður en að Silicon Valley Bank kom og sagði, heyrðu, við erum bara búin að redda þessu, við sko bara gera þetta fyrir ykkur, þetta er bara eitt mál. Þið fáu bara hefti og svo fáðu kreditkort. Gerum þetta allt eins og Tóti baðum fyrir árið síðan? Já, svona cirka, þú veist, og við vorum þá bara svona, ég var að skipta, já, nei, það nenniði ekki. Og sem var fínt helgina, en þú veist, þessi banki var með bara svona veita almenna bankaþjónustu til 8 af hverjum 10 svona nýrra vaxtarsprota, þetta var ekki bara tækni, þú veist, þarna var fólk sem var að, þú veist, ég meina Etsy lendi í vandræðum, þú veist, og það er bara að selja handavinnu, sko. En það sem að, það sem að gerðist var það að, þú veist, banki var myrtur, það var bara svona stungin í bakið, svona 1000 sinnum af fyrst af öllum sem hefðu fengið peninga og einn að annan nota frá Peter Thiel sem er vinur Elon Musk og auðgæðist á sama tíma hann og síðan bara svona fóruðum allt. Ég skil ekki, hvað voru útskýrt þetta betur? Bankin var í svona ómerkilegri klemmu, svona þannig séð, svo klúðruðu þeir einhverju fréttatilkynningu með það að þá vantaði smá til þess að fylla upp í smá gat sem var af því að þeir þurftu að selja bréf áður en þeir höfðu ætlað sér af því að þú veist, fólk væri svona að taka pening út úr bankunum aðeins hraðar heldur en þeir gerðu ráð fyrir sem var bara svona, það er kreppa og tæknifyrirtækin er að og verðbólga og alls ekki svona þú veist, bauk og vesen og þá kom ordra frá Founders Fund sem að er stór vísisjóður til allra fyrirtækjana sem að voru í sjóðunum hjá þeim sem að hafði verið sagt við viljum að þið séum með bankan ykkar inn í reikningan ykkar inn í þessum banka af því þá höfðu þeir svona skoðunarétt það var svona þægilegt, bara svona eitt login og skoða reikningan í öllum hinum og en Sögðum að taka þetta út, flytja þetta í hvelli þeir fóru náttúrulega að segja þú veist, öllum vinnum sínum og þá bara, þú veist, hrundi þetta. Þeir voru að taka út $100 milljónir á sekundu á 50 daginn. Þú veist, það er enginn sem stenst það. Ég er bara hissað að kerfið það við hangið uppi til að gera það. Já, 42 miljardar bandaríkjadala fór út á... Já, sem er hvað? Þú veist, margföld umsvif bara Íslands í heild sinni. Já, 20% af öllum eignum bankan sko. Og venjulega þóla bankan kannski að tapa 2, 3, 4, 5% sem tekið út á dag. En þetta var síðan bara, þú veist að það, þú veist,
pósthólið mitt, ég á póstlista með öllum öðrum sem að þú veist, það var eitthvað verið að þvælast að stofna startup eða gaufast í þessu í Portland og það var bara þetta var eins og að fá bara svona konsentrerað hagsmunasamtök heimilina 3 ára efni á einni helgi, þú veist, núna helgi. Og allir að segja þér að taka út ef þú ættir þetta pening? Nei, allir að veltaði fyrir sig hvernig ég ósköpna á ég að borga fólkinu mínu laun. Já, af því að hann var í fallið bókin. Já, þú veist, það bara, ég veit ekki hvort, þú veist, ég á fyrir því sem ég á að borga mánudaginn, en svo ekkert meir. Þú veist, og þetta var fólk sem að, þú veist, átti 2 ára rekstrarfé inn á heftinu, þú veist, á þriðjudaginn og föstudaginn að þá bara átti það frá, þú veist, út mánuðin. En ríkið bjargaði þessu? Ríkið bjargaði þessu, eða það að segja þessi sérkennilega operasjón í seðlabanka Bandaríkjanna sem að kemur ríkinu voðalega lítið við, svona þannig séð, en á vegum bankana. Þannig að þeir bara reiknaðu út að þessi banki, að minnstakosti, og aðrir svona gætu staðið af sér áhlaup ef það væri bara svona, þú veist, ef þetta gerist aftur. Og þeir eigið fyrir þessu til lengri tíma, þú veist, eins og þessi banki sannanlega átti. Þú veist, það var ekkert, þú veist, það var ekkert svona subprime eitthvað í þessu, þeir áttu ríkisskuldabréf. Þú veist, þannig að það er bara svona, þú veist, ríkið að segja þeir eigið ekki fyrir þessu, væri svona eins og að segja, þú veist, þið bara klúðruðu með því að fjárfesta í verðbréfunum okkar, hvað voruð að spá? Þú veist, bara gati enginn látið það gerast. Þannig að núna horfum við á það að bankar í svipaðri stöðu sem eru ekki búnir að, þú veist, setja helmingina peningu sínum í bitcoin eða einhvern fjandann, að innistæður þar séu tryggar. En það er hluthafarnir, þeir fá ekki vernd. Nei. Þannig að þessi banki að fara um hausinn. Já. Hvar eru þessar eignir? Já, það er mjög mikilvægt að muni í bókhaldi á bönkum að allt er öfugt. Sem sagt, eignir bankans eru útlán og skuldarhlið bankans eru innlán. Þannig að segir íslenska innstæður ég er eiginlega að veina mig af því að hætta að nota innstæður og segja innlán. Af því það eru lán til bankans, það sem eru innstæður, það eru á skuldarhliðinu. Og eins og þú sagði þannig réttilega, ég meina eignina voru bara tryggar langtíma eignir í ríkisskuldabréfum, bandarískum og erlendum reyndar líka því þeir þurfa að fá aðeins betri ávöxtun. En þær eru keyptar á mismunandi tíma því það er hitt sem bankin gerir. Hann er stöðugt að fá inn pening og borga út pening þannig og þess vegna er svo vont ef að allir ætla að taka út í einu þá fellur hann. En þarna var síðan svona bókhaldslegt atriði við það að vegna þess að var búið að vera að hækka vexti Seðlabankans að þá voru þessar eignir af ríkisskuldabréfum sem voru á lægri vöxtum orðnar minna virði sem við keyptu áður en að vexti byrjuðu að hækka og þá er mismunandi bókhaldsreglur hægt að nota að þú getur sloppið við að færa það sem tap ef þú segist ætla að halda þeim til gjalddaga og þá færðu að færa það á gamla bókhaldsmátan sem er á kostnaðarverði og þá þarftu ekki að færa það sem tap. En ef þú verður síðan að selja skyndilega einhvað sem að þú ætlaði bara að halda til 20 ára, þetta var 20 ára ríkisskuldabréf sem var 18 ára eftir. Raunverulegt tap. Og þá þetta selja það á afslætti að því það er minna virði núna en þegar þú keyptir það og þá þarftu að realisera tapið og þá allt í einu er eigið féðið þitt í raun og veru miklu minna á jafnvel horfið. Þannig í raun og veru gerist gjald þrota spírallinn sem réttilega tryggerast af þessu annars vegar því að svona margir byrja að taka út en okkur byrja svona margir að taka út af Rúmar og Twitter og það verður náttúrulega mjög ákvæmlega. Það er náttúrulega þeir voru að sækja nýtt hlutafé af því að þeir höfðu tapað þessu.
Já, að því þurft að selja. Þeir þurft að segja, ok, núna töpuðu við hvað, 2 milljörðum dollara og þurft að sækja það inn og síðan gerður þetta allt sem er í vitlausri röð. Og þá ákveðu þeir sem áttu inni þarna peninga að ekki að bara taka það. Þessu bröðrukara. Það verður eitthvað bíð og sjá til hvernig þeim gengi kvöldunum þarna, að þá bara tekið mitt út. Já, og eins og venjulega, það sem að hefur sko sýnt sig í meðferð fagmanna á fjármálum að þá það sem er kallað the thundering herd problem eða hjarðhegðunin og sko leið og ein beljan mýgur annarri mál og menn fara bara að gera eins og hinnir. Já, en banki þarf náttúrulega að halda upp í trausti til þess að það ekki hlaupið á sig sko. Þetta er ekki allt jörðin að kenna sko. Nei, þessi banki var bara gólandi eitthvað og þess vegna hljóp jörðin. Já, en jörðin enda sko mátti vita það ef að jörðin færi öll þá fengi engin penning. Já, þú hugsar ekki þannig út í jörðin. Nei, það er nefnilega þeir bara fóru á stað og síðan bara fór þetta bara ljónin að veikast að dýrinu sem er aftast. Já, þá sitja mér bara uppi með það allt í að núna er þessi banki dáinn, það búið að redda peningunum en eftir stendur síðan það að öll fyrirtækin sem voru þarna, þurfa að finna sér einhvern annan banka sem að veitir sömu þjónustuna er til í að hafa ung fyrirtæki í viðskiptum þegar við vorum að og fá svona kuna sem að hlaupa í burtu. Já, svona þannig að það er svona hvernig litst ykkur að fá þetta lið í viðskiptum, það er bara svona Herðu, en það gerist eitthvað áður en að hjörðin hleypur. Það er það sem ég vil fá að vita. Já, sko, því að það geti verið í öðrum bönkum. Eða hvað? Já, þetta getur ekki verið eini banki í heiminum sem að leggja vandræðum með eignir til langs tíma sem þau keyptu á lágum vöxtum þegar vexti fara að hækka. Nei, sko, það eru og sérstaklega þegar vextir hækka svona skarpt. Já, sko, það eru 2-3 mismunandi atriðanna, sko. Alveg rétt sem siglingafélagi minn segir ég hef aldrei talað efnahagsmál við áður en það er mjög skemmtilegt, sko. Það er alveg rétt að þegar það byrjar að þá er skynsamlegt fyrir þig hvern og einan fjármálastjóra frekar að fara heldur en að bíða og sjá þó að þú vitir jável að það að þú farir og flyttir peningana allir sem að fenga vitið á Íslandi sjóð 9 og hvað það héttra maður fóru það var kolkrabbinn og engaðirættinn og þau fóru öll Guðbjörg Matthíasdóttir að fóru allir sem hafðu möguleikað að fara fóru og þess vegna hrundi bankakerfið á allir sem ekki fenga að fara Já, þetta er hinn klassíska saga. Þarna var hinn undirliggjandi vandi svo langt sem ég hef séð. Nú þekkir ég ekki eins vel þennan banka í sínu heimasvæði og þannig að ég held að sjálfur sko rétt lýst að hann gerði góða þjónustu við sína kuna á allt það, en hann var dýr. Þú veist að þjónustu var dýr, sko, þannig að hann var fínar tekjur. Hann hagnaðist, það sem er eftir á, það er mjög mikilvægt að svona mismunandi bankar séu til að þjóna mismunandi tegundum af fyrirtækjum því stóru bankarnir vilja ekki fá startup fyrirtæki og þá fáum við enga nýsköpun. Punkturinn þarna er sá að það verður að því sko bankar hrynji ekki eða gera einhverju mistök. Það eru stjórnendur bankana, við erum að muna það. Og þarna varð einhvers konar brestur í áhættustýringunni og varðandi duration risk, sem sagt gjalddaga áhættuna og vaxta áhættuna. Þegar þú ert búin að lifa í umhverfi það sem eru 0% vextir í ansi mörg ár, þá verður lífið þægilegt. Jú, það er líka búið að segja þér að sko lágir vextir séu komnir til að vera. Já, og svo þegar þeir hækka. Það er þess að auglýst í stjórnmálaflokkar auglýst það fyrir kosningar. Já. Eins og hér. Já. Og þá náttúrulega sko þegar það breytist og sérstaklega það breytist skyndilega og einn af krítisku punktunum í þessari sögu er þegar að Powell, seðlabankastjóri Bandaríkjanna, er yfirheyrður fyrir fram að þingnefndina á þriðjudeginum held ég þingnefnd hjá Bandaríkjaþingi verðbólguna og vaxtahækkanir að þá túlka markaðinir orð hans þar sem að hann ætla að fara í næstu viku að hækka 50 púnta ekki 25, þannig að það kemur svona ennþá meiri og það voru náttúrulega búin að koma verðbólgutölur og meiri verðbólgu þannig að þú veist, það voru allir að vona að við varum komin á toppinn og þá meikum við þetta og svo er hann í yfirreyslu þinginu og þá hann er að fara að gefa í og hækka vextina ennþá meira
og þá það skapar einhvern part af paninginu, einhver partur af því eru þessir til og það lið sem hlýtur að verða rannsakað hvernig tíst geta búið til bankaáhlaup og sko í doktorsritgerða vinnunum minni 2012 í Skandinavíu, þá sagði einn bankastjóri þetta við mig þegar ég spurði hverjar eru helstu áhættunar sem þú sérð í rekstri núna, þú veist, 4 árum eftir hrun og allt gekk vel í Skandinavíu. Hann sagði þá, ég myndi þetta bara núna helgina, já, það í raun og veru að eitthvað tíst á Twitter geti, sko sem ránt, geti búið til bara áhlaup á minn banka og ég geti bara ekki stöða. Ekkert svo getur gett til að stöða það. Þannig að einkenni í hjarðarinnar þar að þar eru allir yfir sömu skoðunar. Jú, og það þú veist, það var magnað að fylgjast með þessu og alveg hróðalegt að þetta sko gerðist og það sem þetta á eftir að kosta í bauki og vissinni og En það lá við að þetta er miklu alvarlegra að það veri fjöldi fyrirtæki sem myndu bara rúlla. Þannig að þú veist, þau eru bara hvað er þetta kalla auðvitað, fyrirtæki sem ekki með tapi en allt í sjóður farin, það bara getur ekki reikið. Það getur ekki reikið, þú veist, og jafnvel fyrirtæki sem voru með ég veit íslensk fyrirtæki sem að það er mjög gjarnan að íslensk fyrirtæki eru með bandarískt annað dótturfélag eða móðurfélag til þess að taka inn tekjurnar. Hvert heldur að þessi félag hafi sett tekjurnar sínar? Í þennan banka? Í þennan banka. Af því að þetta var staðan í raun og veru þannig, menn svona fatt ekki endilega hvernig bandaríska fjármálakerfi virkar. Stóru bankarnir vilja ekki tala við nýja kuna. Þeir vilja bara tala við sko, þú veist, svona Samherji eða stærra helst sko. Þú veist, og hugsalega dótturfélög Samherji af því að Samherji baðu að tala við þau sko. En Það er ekki talað við Dóta? Nei. Þeir vilja tala við, sko, þú veist, fínt, við skulum taka þig í viðskipti, komum við 2 ára rekstrasögu, þar sem þú ert í plús og og skattskýrslur. Og það er bara svona, þú veist, ég var að stofna þetta áðan, meðan að sko Silicon Valley Bank sagði síðan, þú veist, ok, við skulum taka ykkur í viðskipti, við höfum ekki lána ykkur nokkuð skapaðan hlut, en þið getur sett pening Þá kemur að spurningur síðan áðan, hver tekur við þessum eignum? Hvert faraði þessi, Sko, það er mjög hver tekur við þessu rekstri? Það er bara mjög skýr strúktúr utan það, stofnunarstrúktúr í Bandaríkjunum, það sem heitir FIDIC Það er ekki sem tekur yfir rekstri, þú færið bara ef að Tóti hafi átt inn í $18 milljónir, fær hann það bara sendar frá ríkinu og svo bara með þær inn að koma inn. Ég get bara millifærtar í einhvern annan banka. Þessi banki er bara ekki til, hann er horfinn yfirborðið jarðar. Já, hann er tekinn yfir af yfirvöldunum og það í raun og veru stórfréttin í gærkvöldi sem lá ekki fyrir í gærmorgun og ég leyfi mér að segja allavega í dag að líklega einn af stærri viðburðum fjármálasögunar, einn af svona 5 stóru viðburðum fjármálasögunar á þessari öld og alveg á pari við 20. mars 2020 þegar við vorum í COVID og bandaríski Seðlabankinn dældi út meiri penning en á 3 dögum heldur en á 3 mánuðum 2008 og síðan þetta alveg parið við breytingarnar eftir 2008 og 2013 þegar var ekki samkomulega milli Seðlabankana lánsín og milli, en það var það að það er ákveðið að tryggja allar innistæður, sko, að því að aftur, 2 mikilvægi punktar með þennan banka sem ég nefndi, hann var ekki að lána nýsköpunarfyrirtækjum nema smotteri, sko. Kreditkort og svona fastegnalán fyrir stofnandan til að kaupa, þú veist, það var 15% af eignunum voru útlán þessar banka. En hann var bara eins og tryggingafélagi, hann var bara svona sjóður, hann var að fjárfesta fyrir peningin, já, og sko, og það er hinliðin að hann var sko innan við 5 miljardar voru svona hefðbundar innstæður fullu tryggðar, þar segja undir 250. Hann var aftur þannig að þjóna þá ríka einstaklinga sem höfðu hagnast vel af nýsköpuninni, en aðalega fyrirtæki með heilmikinn pening. Af þessum sko 173 miljardum sem voru með innstæður, voru 152 alveg ótryggðar, bara fyrirtæki. Þetta gerðist nú eftir hrun á Íslandi líka, þá tryggði ríkið allar innistæður, allar innlendar innistæður. Og það var fyrst og fremst til þess að færa hennum auðugustu og bæði auðugustu Íslendingunum, en líka það var til dæmis nýbúið að selja Actavis, þannig að það voru mikið af gömlum apótekurum með stórar fjárhæðir inn í böngunum.
En það, ég man ekki hvað það fóru ykkur 600 miljardar í að tryggja þetta. Þar að var sko mikill meirihluti til þeirra sem voru ekki sko, sem áttu miklu meira heldur en innistæðutryggingi sagði til. Já, þessna hef ég gagnrýnt. En líka til þess að vera hægt að borga fólki laun næstu mánaðamót og þar næstu mánaðamót og þar á eftir. Já, það var þannig banka kannski en það átti ekki við þessa sjóði sem voru kemdur í íslensku bönkum. Ekki sjóðina en sko innistæðunar í bönkunum hér, þú veist að það var alveg sko sama ástæða gildir að það bara svona, þú veist að ef að það anskotan ekkert að og þá kemur einhver og tekur allan peningin þinn. Þú ert ekki þetta fyrir að vera kátur sko, í mjög langan tíma á eftir með það að gera. Þetta svona samtrygging ríkisins sér þessa, en hún gerir það ekki alltaf við allar. Sko. Nei, það getur orðið gríðarlegt við hrunið, misti hellinga sín og fjölskyldur sem eru fyrir stórkostlum vandra, þá kom ekkert samtrygging ríkisins og bjargaði því. Við verðum að reyna hann á milli í þessu til að rögla ekki umræðina. Sko. Hef verið, og gagnrýndi það síðast í Silfrinu ríkisjónvarpinu bara nýlega, að hér var ekki búið að taka á því að innstæðutryggingin ennþá ótilgreind eða ótakmörkuð hér á landi, sem slæmt, af því að það bara nýtast frá einstaklingsjónamiði ríkustu 3% eða ríkasta próstinu, af því að innstæðutryggingin í Evrópu eða Ameríku svo upphæð 100.000 evrur, $250.000 að nýtast 90% það á engin svo mikinn peningin á banka, en þú getur haft einstaklingar sem eru nýbúin að selja íbúð og ekki búin að borga nýju eða eitthvað þess að ruglum því ekki saman við síðan einhver svona slæmdæmi eða sjóðina. Hitt sem mjög mikilvægt, sem ávið þennan banka og ávið 2008 á annan hátt, að þegar þú ert að tala bara rekstur og fyrirtæki sem að fólk lifir af, að sko ef þú manst Obama bailoutið fyrir fjármálakerfið var minna en bailout hans á bílaiðnaðinn. Hann sem sagt bjargaði stóru bílafyrirtækjunum fyrir jafnmiklar eða álíka eða meiri jafnvel upphæðir heldur bönkunum. Af hverju? Af því þar voru sko einhver 100.000 starfa og heimila og ekki nóg með það heldur líka lífeyrissjóði þessar fólks og sjúkratrygging. Þannig að ef hann hefði ekki beilað út eða bjargað þeim rekstri að þá hefði sá forseti sittið uppi með í staðinn einhverja milljónir fjölskylda á götunni og það í raun og veru það sem við vorum að horfa á í þessum dæmi einhver þúsundir eða 100.000 fyrirtækja sem hefðu síðan haft sko dómínó áhrif þegar þau borgi ekki sína reikninga þá er einhverjur undirvertakar hjá þeim þannig að það í raun og veru það sem var bjargað þessa helgi og það sem ég meina með hversu stór viðburður þetta var að fara úr takmarkaðar innstæðutryggingu í ótakmarkaða og fyrir fyrirtæki En það var ekki gert fyrir en eftir að þeir eru búin að lesa yfir bækurnar og komast að því, ok, það eru 15% þarna sem að, þú veist, eru hjá einhverjum sprotum sem að geta, þú veist, einhverju þeirra borga ekki, en svona flestir hafa nú bara borgað hingað til. Já. En restin í, þú veist, örugum verðbréfum og frá okkur. En það ekki hefðbundin svona útlánabanki? Nei. Þannig að það sem sko komist að var það að sko, þú veist, þessi peningur til þú veist, peningur þarna hann fór ekki til money heaven sko, þú veist, það var ekki svoleiðis sko. Herðu, það var annar banki sem að dó helgina Signature Bank í New York. Já. Er það eitthvað skilt með þessu tveimur? Eða er það bara tilviljun að þeir falli veistu, það er ýmislegt skilt með þeim. Sá banki sérhæfði sig í þjónustu við lögfræðifyrirtæki og og lögfræðifyrirtæki Þetta heitir að vera skýta business bara lögfræðika í viðskiptum. Já, nema það sem þeir eru með, þú veist, þeir þurfa svona spesþjónustu, það sem svona rosalega mikið, þú veist, það er einhver að kaupa Actavis og hann kaupir það af, þú veist, millifæri til þín og svo millifærið þú það, þú veist, út til, þú veist, eigendana og lögfræðifyrirtækin eru þarna í miðinni. Þannig að þau eru með svona escrow-reikninga og allan fjandan. Það sem er bara svona, er bara til skamstíma, haugur af peningum, sem ég á ekki, þú veist, bara, ég er með þá bara sem, þú veist, ég er með umboð fyrir það, ég tek einhverju prósentur eða eitthvað, sko, og svo
þú veist, fyrir þetta út. Þannig að þetta eru, þú veist, haugur peningum inn og síðan líður einhver smá tími og svo haugur peningum út. En á meðan þarf þetta að vera, þú veist, mjattlast og það þarf að vera einhver hagnaður og við þurfum að ávaksta þessa peninga þannig að verðbólgi geti það ekki svona allar mjöndan. Þannig að þeir eru með svona sama fiffið, þú veist, að kaupa einhver bréf og svo leiðis. En svo fóruðum að leiðast og þá fóruðu þeir að gera voðalega mikið með kryptó. Og kryptó fór fjandast til og síðan ennþá meira fjandast til á föstudaginn þegar þeir týndu peningunum sínum í Silicon Valley Bank að svona talsöru leiti. Og þá panikuruðu menn og þá sáum við fram á það að þessi banki stæðist ekki ekki eins og það smá áhlaup reiðra lögfræðinga sem að væri að koma á það sko. Og hann var 30. stærsti banki í Bandaríkjunum þannig að hann hafði vaxið mjög mikið út á þessari aftur sérhæfðu þjónustu þannig að hann var allt öðruvísin hinn en líkur þannig að hann var að sérhæfa sig á einhverju sviði. Ég er ekki búin að skoða ársreikningana þar eins og ég er búin að gera í Silicon Valley Bank en það að þeir hafi verið að fjárfesta í krypto gerði mér það svona... þeir voru að þjónusta kryptofyrirtæki og kryptofyrirtæki þurfti síðan að taka út peningana sína í kvelli og svona... En eiginlega það sem er líkt... Hvað verið líkt á Íslandi með þessu bökum? Það sem ég ætlaði að segja fyrst er að það sem var líkt með að þessi bankar fjallu var held ég að það að vaxtastigið er búið að hækka svo mikið það að Seðlabankinn er að keyra hagkerfið í raun og veru að mörkum til að reyna að kæla það, að stöðva það og þarna eru komin 2 merki að það hafi verið kannski keyrt. Þú ert að keyra á vaxtamunaviðskiptum eins og við þekktum frá því í gamla dag og síðan allt í einu bara hættir hringekinn. Hún bara stoppar, þá bara spýtast allskyns í rusl af. Hvað gæti eitthvað verið í íslensku fjármálalífi sem er líkt þessum bökum? Þið þóru ekki að segja neitt hann ekki búið til rönn og neitt. Hann má ekki segja það hvert ætlar að fara með peningin? Ætlar að taka hann út á Íslandsbanka og setja hann inn í Arionbanka? En það er eitthvað hluta vegna að þá falla bréf í bönkum út allan heim fyrst. Bara töluvert, ég held að bara í Deutsche Bank sem að fjallum eftir 8% og fyrir helgi sko. Núna erum við svo lúsheppin að við erum á lokuðum markaði Íslendingar? Já, við erum á vernduðum vinnustað í við erum með gjaldeyrisöft þau eru ekki virk núna en það er þetta að virka þau á 30 sekundum í gjaldeyrismarkaðinu, það getur enginn tekið allan peningi sinn og fluttan til Seychelleyja án þess að þessi manneskja sem að fari yfir það, þetta gerist ekki rafrænt. Þú veist, það er manneskja sem fer yfir þetta, segir já, þessi millifærsla má fara í gegn. Þessi manneskja er í 2 vinnum, annars vegar hjá fjármálafyrirtækinu sem borgar henni laun og hins vegar hjá Seðlabankanum. Það sem að er búin að segja henni, þú veist, ef það fer rosalega stór millifærsla, hringdu. Og það er í raun og veru það sem að kemur til með að stoppa öll áhlaup á íslenska fjármálakerfið af því að við eigum ekki til krónur eða svona prentaða peninga til þess að þú getur tekið þetta allt saman út. Það bara er ekki til og hittu svona hvert ætlaður að fara með þetta. Á Sparisjóð Trékyllisvíkur. Þetta er loka kerfi. Það kemst ekki. Er þetta góð greining hjá Tóta? Já, mjög stað bara nokkuð. Og við erum á ótakmarkaða innistæðutryggingum í lögum. Af hverju ætti einhver að En af hverju lækkar gengið í Kvikkubanka, Arionbanka? Sjóvá og Vís sem eru svona fyrirtæki sem eru að geyma mikla sjóði. Já sko, ef maður trúir á markaðinn og þú veist nú að ég er nú stundum gaggrínandi markaðins en ég trúi líka á hið góða í honum og sérstaklega ef hann oft lætur hann eins og hann hefði mist vitið. Vel regluvætur, já og sko þannig að einhverjir vinir mínir sögðu helgin að það væri góð kauptækifæri í bankahlutabréfum og ég er að tala allþjóðlega, ekki hér á landi á mánudagsmorgun eða í dag eða morgun því að þetta er svona panik á föstudaginn og í dag allir fara því að allir eru hræddir en þessi gæjar hafi líklega sagt það líka í október 2008 já. Og einmitt og það reyndist ekki vera rétt nei, einmitt, þannig að það er sko
en það sem En kom síðan í Lindarhvoli aðeins seinna, sko. Fullt af góðum kauptækjavinum þar, sko. Já, þannig að sko sem að gerist í gjaldþrota meðferð að það þarf að velja út úr en sko nú man ég ekki hver var þráður. Ég verður að spyrja að hverju falla gengi í hlutabröða í bönkum og sérstaklega í tryggingafjölum. Það er annars á fyrirtæki sem er að geyma mikla sjóði eins og sjófa og vísa fallið mikið. Og þá er það spurning visku markaðin, svo hversu djúpur, þannig við skulum segja ég sé að tala almennt en ekki sérstaklega þetta hér á landi, að sko það sem gerist við svona áföll eða álagspróf eða svona viðburði eða bara við það að eins og Feddin er búin að hækka vexti svona mikið núna, að þá sjáum við hverjir bogna og hverjir brotna. Sem sagt, hversu gott businessplanið var eða mótilið og hversu sterkar stöðuna voru og hverju ekki. Þannig að það er í raun og veru það sem að gerast allavega. Banki sem er í eigu ríkisins að fullu ætti náttúrulega að vera örugasti bankin til að geyma peningarna þína, sérstaklega ef þú ert hérna ekki með fulla ótakmarkaða innstæðutryggingu. Ef að markaðin grunar að einhverjir hafi verið að gera eitthvað svona, komur að segja, til þess að græða aðeins meira, sem að var augljóslega það sem var tilfellið held ég í businessmódelum á báðum af þessum föllnu bönkum sem við talum, að menn er að reyna að græða aðeins meira á eignahliðinni innan þeirra ramma sem þess þó hafa þar. Þannig að þessum aftur ítreka ég. Það er reglu eftirliti og Biden sagði það alveg skýrt í ræðinu sinni í dag. Þetta var náttúrulega að því að Trump létti af reglunum á regional bankana sem að þetta hérna. Ef þetta er vandamálið, þá get ég alveg sagt að það eru miklu fleiri stýrendur banka heldur en í þessu þeim bönkum sem hafa verið að gera akkurat þetta. Algjörlega. Það er algengar en ekki. Og próblemið sem að menn eru að horfa á núna og líklega ástæðan fyrir því að menn eru svona að vikta niður alls svona spekulanda er það að sko ef þú gerðir allt eins og þú ættir að gera, þar sem þú ert bara með svona, þú veist, ég ætla að vera með sumt í bara svona lausafíð, þetta, þú veist, er bara hérna og sumt ætla ég að vera með svona skamtíma einhverju sem skilir einhverjum ávöxtun til, þú veist, einhvers tíma frá örugum, þú veist, það vonandi örugum í skuldurum og svo ætla ég að vera með sumt í sko langtíma dóti. Þegar þú síðan lendir í því að jafnvel í skamtíma dótinu að vaxtastigið breytist bara alveg svakalega, þú veist, bara í þú tókst bréf frá vís til 1 árs. Þú veist, en bara vextirna var hækkað 5%. Að þá er tap á þessu helvitis bréfi. Þannig að þá þýðir það að allir bankar allstaðar sitja uppi í, sko, þú veist, með það að þeir þurfi hugsanlega að segja, þú veist, fokkit við töpuðum á þessu. Eins og þeir gerðu. Og þá fer verðið niður. Núna eru menn að gera þetta svona í rólegheitum að segja, þú veist, já, ok, þú veist, að þið þurfið þá bara að sækja ykkur inn meiri pening og og svona og þú veist. Það er bara, þegar harðbakkan slær, þá er það ekki einhverju fjárfestar sem koma með nýjan pening í banka, það er bara ríkis ekki með nýjan pening í banka. Já, sko, hver hefur það gerst? Það fyrir eftir hver harðbakkin er, sko, þú veist, að það, þú veist, ef við erum að tala um það að þú átt, þú veist, 100% í einhverjum banka. Það kom einn með $1, keypti. Já, jú, en ég get alveg lofað því, það er tops sem að kemur frá engageranum inn í bankakerfið. Sko, þú veist, ef þú átt skriljónir í Arionbanka, og þú ert að horfa á það að sko keisi getur verið að þú getur mist þær skriljónir eða komið 25 milljónir á sko þriðjudaginn næstu viku, þá kannski veltir þið fyrir að koma þessar 25 milljónir af því að skalinn er ekki sko, þú veist, hann er ekki það stór. Þetta var $400 miljardar og 2 milljarðar gat. Það var nú öll issueinu sko. Þannig að það er bara svona. Síðast þegar kom alvara kreppa hér, þá komu menninir á Íslandi sem áttu skriljónir. Og það var meðal annars formaður bankastjórnar Glitnisbanka sem er með auðvustumennum í Íslandi, Þorsteinn Már. Hann kom ekki með einhvern skriljóni til að berga Glitnisbanka, hann fór inn í Seðlabanka og spurði hvort þeir ætti einhverja skriljónir sem þeir þurftu að losna við. Sem er rétt, en þar eru að tala um skriljónir. Þannig að þarna eru við bara að tala um svona, þú veist, 2 milljarða og þú veist eins og maðurinn sagði sko a billion here, a billion there, pretty soon you're talking real money. Meðan þetta er bara 2, þá er þetta ekki real money.
En þeim tókst þetta ekki í Silicon Valley Bank að safna. En ég hef sympatíu fyrir þegar það eru svona nálagt manni og maður sá vinni sína ég lendi í vandræðum og maður veit þar að eignarhliðin var fín og örugg. Þannig að þar hefði í svona sensible, í skynsamlegum heimi átt að vera hægt að bjarga án þess að þurfa að fara í þessa vegferð helgina. Nei, og það var engin til að hætta sínu peningum í það. Nei, og umrætur til jáfnvel var bara að... Já, og þarna vorum við að tala um það að þetta gerist allt saman á einu sólarhring, sko. Þannig að það er svona, núna erum við að horfa á það að sko, allir bankar, allir sem er að velta þessu fyrir sér, eru búin að hafa nokkra daga til þess að velta þessu fyrir sér, ok, er þessi banki að fara fjandast til? Og enn sem komið sjáum við engin merki það að það séu einhverjir svona vitrænir bankar og jafnvel ekki íslenski bankar sem að hafi sko... En það lítur nú einhver að vera að hugsa að þú veist, er það sniðugt fyrir okkur að vera saminast kvikubanka? Ég myndi ætla að það væri eðlileg spurning. Já, í þessum sjömanahópi sem að taka ákvörðun það. Ég hef nú gagnrýnt það hér einmitt og það var mjög merkilegt hvað jafnvel fjármálaráðherra landsins kom snemma inn í þá umræðu hversu hagkvæmt og gott það væri að sameina þá banka. Þannig það er alveg ótt að segja það því að það er svona einleið til að bjarga bönkum að sameina og til þess að losna við vandamál og sópa þið inn í stærri banka. Þar eru að taka sko retail banka og fjárfestingabanka og sko púsla því saman. Þú veist, hvað köllum við það að síðast? Glitni? Og fyrir venjulega viðskiptavinni er það engin hagræðing sko. En sko hitt sem ég vildi nefna í þessu svona ef maður er að hugsa hvað gerist næst því að það er þá örugglega eftir að koma í ljós fleiri bankar og það er náttúrulega eina ástæðan fyrir gáfum markaðarins að lækka alla bankum 5% núna Sjá hvað gerist og það er það sem gerist í svona kerfi eins og bankakerfinu og ég upplifði það sjálfur þegar ég var að vinna í ritgerðinni þegar að ég var bara hreinlega að tala við skandinavíska bankamenn 2010 þegar evrukrísan byrjar sko. Og þeir þurftu jáfnvel stundum að fara út af fundunum með mér að því að það var verið að biðja að lengi í lánunum til Grikkland sko. Ekki að hoppa út úr gluggan. Nei, en sko það gerist á svona spennutímum að þá kannski eins og þeir sögðu mér þannig að þeir komið tilbaka já, þú ert kannski viðskiptum við 200 banka en þegar það verður svona órói í Grikklandi eða evrukrísa þá skalar þið niður í 20 sem þú ert búin að vera í 200 ár í viðskiptum við sko. Að því þú vilt ekki eiga hættun á þó að sé bara 1 eða 2 af þessum hinum 180 að þú heldur þig við það sem þú dörur. Nýju bankarnir og minnstu bankarnir sem að fara aftast í viðröðina þegar verður svona hallari. Já, en hitt sem ég vildi nefna sem við gætum séð af þessu og þú ræður hvort þú túlkar það að vera á íslenska markaðan eða almennt að sko afleiðingarnar af þessu gífurlega hröðu vaxtahækkun og sérstaklega í umhverfi sem er búið að vera í 0 vaxtastig út í bæði Bandaríkjunum og Evrópu í meira en áratug að við erum að fara úr svona þægilegu umhverfi þar sem þú hefur nægt rými þú getur hringt í bankan og fengið framlengdan yfirdrátt þú kennst upp með að skulda gríðarlega mikið og greiðaður út gríðarlega mikið arð og skilja gríðarlega mikið að skuldum eftir í fyrirtæki. Já, og tekur lán til að borga út arð og svona vitleysu sem að engin gamall bókari myndi lifa. En og svo er allt í einu komin annar veruleiki. Að núna er allt í einu komin disciplín. Fá ekki allir lán og þetta erum við fann að sjá á húsnæðismarkaðinu hér. Og það sem ég hef furðað mig á hvað hefur lítið verið rætt í tengslum við það er náttúrulega hinn hluti fasteignamarkaðin sem er atvinnuhúsnæði því ég vann nú í því fyrir amerískan sjóð í Skandinavíu að því að aftur koma þar inn svona dítilið, það er sko hægt að sjá í ársreikningum velgerðum alveg ævintýrlegt magn af lánum sem eru að fara að breyta vexti á næsta ári. Já, og þar inni. Og þegar að þú ert samkvæmt bókhaldsreglunum mögulega að færa í fasteignafélögum á það sem heitir gangvirði á íslensku, sem er þetta mark to market, sem er öfugt við þetta sem ég var að lýsa áðan, það sem þú mátt hafa á kostnaði. Það sem gerist þá er að eignindan lækka, af því að verðið á þeim er að lækka, en skuldindar hækka vegna þess að vextinir hækka, það skuldabyrðina þeim. Já, og það sem gerist að í bókhaldskerfunum, að ef þú ert búin að lána út, og þetta er aftur lærdómur af sögunni frá 2008, að þá var í raun og veru búin til reglan að halda til gjalddaga, af því að
það sem þú áttur að gera með við þetta vandamál með að færa bókhald á markaðsvirðinu að þegar það realiserast að fasteignaverðir fara niður að þá þurftu bankanir að færa niður virðið á öllum lánastokkinum sínum, á öllum veðunum, að því að nú fasteignamarkaðin að fara niður 10% eða 20% og þá allt í einu, var verið að búa til innri vanda í kerfinu og þá var reikningsskilareglum breytti við nótt af örfámunum sem hefur aldrei verið fjallað síðan í þetta að þú megir sleppa því að færa til taps markaðsvirði á lækkun ef þú ætlar að halda á þeim skuldum til endaloka eða til gjalda. Þannig að og það var síðan í raun og veru ástæðan fyrir því að það var ekkert gert fyrir, eða svona ekkert almennilega fyrir heimilin hérna eftir hrun var það að það sem hann hefðu átt að gera var að segja, ok, þú veist það bara að við ætlum að láta fasteignamarkaðinn falla 30% í staðin fyrir að láta eitthvað fólk setja skuldsett upp í rjáfur að og með veði sjálfum sér það var gert til að venda bankana það var gert af því annars hefðu bankarnir farið fjandast til nýju bankarnir, bara 1, 2 og bingo en slík hætta er komin hér út af falli á verði á atvinnumstæði. Já og ég held að dóttir mín hafi keypt síðustu íbúðuna sem að seldist á höfuðborgarsvæðinu að þú veist, það bara það kaupir engin heilvita maður íbúð núna í næstu viku það bara getur ekki verið þú veist, það verðið hlýtur að vera. Má ég aðeins tæknilega því að þú segir þetta áskipinnar að ég þarf ekki að lækka virðið í bókum mínum þótt að það hafi lækkað 20% verð á atvinnumstæði ef að ég lofa hverjum að ég ætla að eiga þetta áfram eða hver á að lofa hverjum? Já, sem sagt hvar farið þessi lofur fram? Við endurskoðandann og ársfundin sem hið æðsta vald í félaginu en lykilatriðið þarna er það að lykilatriðið náttúrulega eigir fyrir áborgunum. Já, ef þú getur borgað þá getur þú sett bara ég ætla bara að halda áfram að borga þetta og ég bara býði þessu húsu og mér er alveg sama hvort það er 110% greiðslubyrði á lánum þegar þú veist vaxtahækkunin kemur inn getur meira en bara tvöfaldast. Já. En í raun og veru þarna erum við að tala um einhverja sjóðu, einhver fyrirtæki og eitthvað svoleiðis sem hafa nú vonandi svona borð fyrir báru einhvers staðar. En það sem við erum að tala um það að ef þú getur borgað þá skiptir það þig ekkit endilega bókhalslegu máli hvort að virði einhvers í dag sé meira heldur en þú masta eða minna eða eitthvað, þú bara heldur áfram að segja þetta var það sem ég keypti þá, ég borgað að láninu, annað en Ásgeir var ekki að tala um það var ekki að tala um að þú hafi keypt þetta og þú hækkar það eftir markaðsvirðinu og svo byrjar það að lækka að þá segir ég ætla ekki að lækka það að ég ætla að eiga þetta. Já, það eru nokkrir fænanlegi púntar henni í þessum mjög áhugaverðu umræðum Við erum að greina á milli hvort við erum að tala um fólk eða fyrirtæki síðan verðum við að greina á milli og svo verðum við að greina á milli erum við að tala um frá sjónarhóli þú manst módelið, efnahagsreikningar hagkerfið er vefur efnahagsreikningar sem eru samtengdir þannig er þetta að tala um það frá sjónarhól efnahagsreiknings fasteignafyrirtækisins sem á húsið efnahagsreiknings fyrirtækisins sem er að leigja það og borga leiguna eða sjónarhóli bankans sem að lánaði félaginu til að kaupa húsið. Það vill ekki að það verði lækkað. Nei. Það er óhendugt. Já, og þannig markaður getur ekki leiðrétt sig. Það verður ekki lækkun á atvinnuhúsnæði þannig að þá verði til ný fyrirtæki sem getur farið inn í þetta húsnæði. Bankin heldur þetta uppi. Já, að hluta til var þetta málið í Silicon Valley sem vorum að tala um að þegar þú síðan neyðist til þess að þá sést eins og það heitir þegar það flæðir frá þá sést hverjir er í sundskilu og hverjir ekki þannig að það við erum svolítið í öldurótinu ennþá núna, við vitum ekki einu sinni hvort það er að flæða að eða frá en það er öldurótu, við vitum ekki hvort að næsta bára verður 1 metr á hæð eða 150 og síðan er þetta náttúrulega eins og í svona flóðbylgjum að hættan er þegar að útsogið kemur þannig að þá skólast oft þessi skilurlausu gæjar að fara með og fullt af fínum hlutum bara og það þú veist en að
þó að það farið alveg rosalegi tauganámi þegar fjármálaplepparnir voru dregnir fram þess að segja þetta og nú engin áhrif á Íslandi, þú veist, þegar þeir eru 100 starfa undir, að og síðan bara svona þú getur rétt ímyndið ykkur, þú veist, hver staðan er hjá fintech fyrirtækjum sem að, þú veist, eru í þjónustu við, sko, við bankageran, sko, við eigum nú einhver svoleiðis sem að, hafa verið að gera góða hluti. Það verður erfitt ár framöndan hjá þeim, sko. Þú veist, þannig að þetta er, þú veist, þó að þetta við sloppur og hot, að þá er skaðin ekki skiður, sko. Þú veist, hann verður langdregin og leiðinlegur. Og djúphreyfingarnar sem að þetta veldur, sem er þessi skyndilega vaxtahækkun sem hefur áhrif alls konar fyrirtæki út allan heim, byrja að hafa mikil áhrif á skuldsett ríki í Argentínu og víðar, þannig að við munum vera að horfa fram á efnahagslegan óróleika í heiminum margar vikur, margar mánuði fram í tímann. Já, og bara þegar mann er að telja saman, sko, þú veist, ég sá það einhverstaðar þegar maður rýnir í fréttirnar hjá Innherja og Vísi, að svona, þar sem þið byrja að skyggja yfir að því maður borgar ekki áskrift að því að þú veist, þá sá ég að sko Eyrir er með sko, er að borga 17,1% vexti, þú veist, til þess að halda hlutum sínum í Marel. Það er ógeðslega mikið. Já, það er ekki slík ávöxtun á hlutabrjónum í Marel. Mínus 50%. Þeir eru að tapa sko miljónum fyrir hátti og miljónum eftir hátti. Já, þú veist, og það, þú veist, þannig að jafnvel okkar sko bestu útspil eru með talsverðar hættu að bara missa þau. Marel lækkaði mikið í verði í dag. Sko almennt séð aftur þá er mjög mikilvægt að minna á það sem Biden sagði í lok ræðuna sinnar í dag, hún er nú bara innan við 5 mínútur, ég mæli með henni á YouTube, að fjárfestar geta ekki alltaf unnið, sko. Kapitalismin virkar þannig að stundum tapa fjárfestar, þannig að það er kannski einn af Þú lítur á þessum jákvætt. Nei, sko ég bara segja að það er mjög gott að einhver eins og hann segja það upp átt, af því það þurfa að vera afleiðingar. Og það tengist hinnum punktinu mínum með það sem er mjög spennandi núna framöndan, spennandi en ókvænlegt samhliða, að markaðirnir aftur á skuldabréfunum eru að reikna með núna að Powell muni ekki hækka vextina í næstu viku nema kannski 25 púnta og jafnvel ekki neitt, sko. Það eru væntingar frá markaðum að þetta hafi verið nógu mikið sjokk til að stöðvan frá því að fara upp. Þetta er bara hætta við að þetta dunki niður í eitthvað samdrátt. Þetta valdi einhverjum slíkum áhrifum í efnahagslífinu. Já, en á hinn það sé óráðlegt að hækka síðan, sko, það sem hann er búin að vera að gera er það að hann er búin að vera þú veist, að rífa í handbremsuna, þú veist, á bíl sem er á leiðinu brekkuna. Þú veist, það er svona aðeins búið að fergja, sko, í þetta, þannig að núna hægir þetta allt saman á sér. Þannig að hann þarf ekki endilega að hækka vextina til þess að sko stoppa einhvern svona í einhver óða bjartsýni í þú veist, þetta er bara að stoppa sjálfu sér. Þetta er bara að menn er að leita einhverju til þess að til þess að vera með hefti og hvar fæ ég kreditkort og svona, þú veist, sinnum, þú veist, 400.000, þú veist, svona fyrirspurnir, sko. En á hinbóin má hann ekki sleppa öllu lausu aftur eins og var gert eftir fjármálahrunið, eftir Evrokrísuna, eftir COVID, að fara alltaf aftur í núllvextina, að því að sko, þó ég sé nú lágvaxta sinnaður eins og þú veist hér á umræðinni, að þá er eins og við vorum að nefna vandinn við það umhverfi og hættan sem að engin mann lengur núna, en við sjáum svolítið af dæminu sem að Tóti var að nefna með, ef að fasteignamarkaðurinn er farin að fara niður á við, það er sem sagt verð hjöðnun, að þá býða allir með að kaupa, því það er betra að býða eina viku en því þá kannski lækkar það meira og þá ferðu í of mikið frost og það er akkurat, þú veist, það er hinn útgáfan af við erum komin í það á íslensku fasteignamarkaði, það er bara þannig. Já. Það hreyfist ekki neitt. Já. Og þá þýðir það að sko, ég meina það þú veist svo eru bara svona einhverja keðjur sem eru sem eru, þú veist, bara að stoppa því að þú veist, það er einhver sem er að, þú veist, að vesenast með greiðslumat
og það eru 11 transaksjónir sem býða. Og það er alltaf, keðin er svo veik að hún brotnar einhverstaðar. Já, það er náttúrulega bara, keðjur eru þannig að veikast lekkurinn, það sem að, Það er allir samanlega því að það er eitt af höfum einum íslensku samfélagi að vantar húsnæði þegar fólk að búa í, að þá hrynur fasteignamarkaður, þannig að það er eiginlega ekkert húsnæði sem er sett út á markaðin. Það er bara, ef það verður óbreytt það sem eins og afir þessu ári, að þá verða ný húsnæði einhvers staðar bara helmingurinn af því sem hefur verið metið sem nöðsilegt. Sko. Og við erum með svona skamtíma eins og næstu mánaðamót að þá ætlum við að henda öllum úkraínskum flóttamönnum út á Guð og Götin. Og við fengum 11.000 nýja Íslendinga í fyrra og það er stefna stjórnvalda að byggja 35.000 íbúðir. Ég er ekki alveg nóg af fólki hérna. Húsnæðis og mannverkja grænbókinni. Já, punkturinn þarna er sá að það er þarna skortir frambúð sem einhver þarf að gera og markaðinum er ekki treystandi til að gera það í þessu. Eru menn tilbúnir í að fara í einhvers konar breiðholtsuppbyggingu eins og við vorum Markaðurinn getur ekki bara svona fjármagslega séð þá getur markaðurinn ekki gert þetta skikkanlega á þeim prísum sem maður þarf að gera þetta. Þannig að við þurfum, ef við ætlum að redda þessum húsnæðismálum að þá verða að vera langtíma peningar sem eru settir í það sem að þurfa þá að koma annarkvort frá ríkinu eða lífeyrissjóðunum. Það er klárlega ekki braskaratir sem hafa rekið áfram húsnæðismarkaðins. Nei, og jafnvel þó að þú ætlaðir bara að vera góður braskari og þú ætlaðir að kaupa fasteign og einhverstaðar og þú ætlaðir að leigja hann út og bara svona, rétt eiga fyrir því að sinna viðhaldi og afborgunum og eitthvað svoleiðis, að þá ertu að borga húsið á 25 árum, fasteignina, og afborgarnar eru það háar og síðan ertu að setja ofan á það að það þarf viðhald og eitthvað svona dúdilíti og dúdilíta, að það er bara orðið of mikið. Ef þú ætlar að fá þetta tilbaka á 25 árum pluss vexti, þannig að þá erum við bara að horfa á það og móti kemur síðan að þú getur síðan sett þetta í kvikubanka bréf og fengið einhvern brjálæðislega vöxt af því að menn eru bara einhvern svona fifferi á lokuðu markaði þar sem að lífeyrissjóðir verða að kaupa því að það koma 80 milljarðar inn á mánuði í sjóðina sem þurfa að fara eitthvað. Þannig að við erum að horfa á það að til þess að þetta gangi þá verður þetta að vera fjármagn sem er til í að vera til lengri tíma. Og í staðin fyrir að það sé verið að lána fólki peninga fyrir heilli íbúð og þá segir sjóðurinn þegar ég skal kaupa með þig bara hálfa íbúð og þú borgar mér ekkert fyrir það fyrir þú selur þá ætla ég að taka helmingin. Það þarf að hugsa einhverja svona nýjungar í lausnum. Nú er þetta kerfi virkar ekki, það er held í öllum ljóst. Já, ég meina það var mjög merkileg frétt á RÚV sjónvarpsveitunum frá BHM í dag þar sem þeir voru búin að reikna út að álagning þeirra sem er að byggja nýjar íbúðir í Reykjavík og búin að tvöfaldast. Já, það er 120%. Já, fór úr, þetta er náttúrulega og svo vilja menn trúa á svona markað það er svolítið skuggalegt Hildar, þau eru með að tala hrunabönkum og það er náttúrulega eins og það komið fram þá er óróleiki út allt eins og kemur fram í samtölunum okkar en ég ætla að fá að setja botnin í punktinn við þetta núna. Þórarinn og Ásgeir Brynjar, kærar þakkir fyrir komuna.